skyttunni, hann ákvað að verða skytta hérna fyrir ekki svo lengur síðan aftur. Aftur, já. Það klárlega mikið kostur fyrir Haukana að hann skuli geta að vera klár í sóknin aftur. Já. Sama með Geir Guðmunds, hann búinn að vera upp og niður, hann búinn að vera ágætt úr síðustu leiki og þetta bara annar að þriði markaðustu liði leiksins í vetur, þannig að það mikill reynslu bolti, hann kann að sigra, hann þarf að vera góður fyrir Haukana líka. Algjörlega. Já, heimamenn byrja hann í 5-1 vörninni með Birgir Steini Þrist og Árna Braga fyrir framann. Geir leysir inn, Birgir mætir Adam framalega. Guðmundur fer 1-1 og labba fram í Árna Braga og kloppar Jóhann 1-0. Þetta var full einfalt. Já. Galopnaðast alltaf að hægra megin hjá Afturhendingu og Árni lendir skref eftir á Guðmundur Braga og þá það svolítið bara búið. Já, það var svolítið stór. Geir leysir hann vel inn á línu og þá myndast mikið pláss 1-1. Já. Þeir verða líklega fljótar að leysa þetta, við þekki bekkinu Afturhendingu rétt. Já. Þeir kemur Afturhending, Steini í lofti, þorir ekki að skjóta, losar, Birkir. Þetta honum. Já, Haukarnir náttúrulega 6-0, þeir eru náttúrulega þekktasti fyrir það að spila 6-0 mest megnis bara undanfarin, ég veit ekki hversu lengi. Síðasta áratuginn bara. Já, örugglega eitthvað, ég man allavega ekki eftir öðrum öðruvísi. En það ætti að vera veisla fyrir svona menn. Þessi fyrir stöngina. Já, Guðmundur Hólmar keyrir hérna vinstra megin með Adam á miðjunni. Og vörn Þorstein. Já, sjáum það Guðmundur Hólmar, hann bara í varnarskiptingunni, hann fari ekkert að spila sóknuna en þá. Við sáum hvort þeir spila upp sama kerfið, hvort að þeir einangri aftur Guðmund Braga 1-1, hann ansi góður í því. Já, það er hotnaleysingu hérna. Binni hleypur á Þorstein. Svavar eitthvað aðeins að segja mönnum hvað var að gerast. Já. Þetta svona að fylgjunum inn, fylgjunum út. Já, Steini veit ekki af honum, hann lendir alltaf í síðan á honum. Þá kom maður aftur, þá var Brynni, þá eru tvei línum með Geiri með stórplass 1-1, hann fer á og skorar. Frábært mark að gera aftur, þetta er alltaf einfalt, inn á miðju. Þarna gruna mig að Þorsteinn Leó hefði átt að vera mættur bara í hjálpina að negla þetta. Mögulega ekki með blauta perunni. Þeir þurfa að stilla þetta af. Í Kaíró hérna. Birgir, galopinn á línu, fór ekki að hanga. Birgir Steinn aftur, skýtur. Það er varið. Það eru að vinna boltan aftur og hann skorar! Birgir Steinn stelur boltan aftur og skorar. Birgir. 2-1. Klaufalegt þarna á Magnúsi Gunnar Karlssyni í markinu að gefa boltana frá sér. Já, eftir að hafa varið það svo mikið. Og kemur aftur og kemur Brynjar, hann kemur út fyrir núna. Sáum það myndast mikið pláss, það eru allir á vellinu nánast á öðrum helmingnum. Þetta er bara Geiri skot. Þetta er á einfalt, Geir Guðmundsson, annar mark. Kemst þarna alveg óáreittur á fínu tempói og bara setur boltan í fjær. Allt og einfalt, allt og einfalt. Það lítið, Gunnar Magnússon segir, það er engin blokk. Það lítið sem Jóhann getur gert í þessu, þetta er bara galopið skot. Það þarf að fá aðeins betri hjálp með þetta. Þeir þurfa að ná að stýra þessu betur. Ef þeir ætla að spila aggressíva vörn þá þarf að vera meiri kontakt. Það var ekki að vera treyst á blokkeringar. Það kemur Birgir og kasta boltan út að tapa bolti. Haukarnir keyra upp. Guðmundur Hólmar byrjar á svona vinstri megin og Adam næstu stólubolti. Og Kúkabat ver. Já. Og hefnir hérna Íor klikkað og stela boltanum og komst þetta góð sending á stig. Þessir mark. Jakob Arnarsson skorar. Og sendir Melgjan aftur. Guðmundur leysir inn. Það eru þeir niður í 6-0 áraðin á skiptingunni. Nei, hann skiptaður aftur út í 5-1.
Já, og það alveg að hreinu undanfarið hafa þessi lið ekkert verið að skora alltaf mikið af mörkum, þannig að markvarsla mun skipta miklu í dag. Já. Kúkabat var frábær í fyrri hálfleik í síðasta leik en svo datt þetta niður. Þannig að, og svo náttúrulega engin Aron Ram hinum með, þannig að þeir þurfa að finna eitthvað, þessi markmenn sem eru hérna inn á, þeir þurfa að finna eitthvað, komast til rytman. Já, það rétt. Og núna ég á stelunum, kemur hann Árni Bragi komið rétt í gegn og skorar. 3-3, næra jafna frá Aftureldingu. Adam gegn Birki. Þeir hafa nú átt nokkra ekkert flauta. Þú erum boltanum í leik. Þeir róa þetta. Þorsteinn. Frábær rykking hérna hjá Jakob. Hann líklega ekkert alltaf ánægður að ekki fengja það. Sjáum þráinn hérna réttir tæju af, ég veit ekki hverju, til backsins. Já. Eitthvað efnisbútur hana, hvort það voru treyjur, ég veit ekki alveg hvað það var. Já, þetta getur gefið sér vel þegar Þorsteinn að koma í sterkur hreyfingur á miðju að tíma svona rykkinguna undir. Það erfitt að ráða við það, til vandamenn. Þeir verða að stíga út að sjálfsögðu. Það er ekkert að láta Steina skjóta 9 metrum aftur, þannig að þeir þurfa að stíga út og þá opnast pláss fyrir aftan. Það er mikilvægt að nýta sér þetta. Já. Komum rættur í Júkafæsluna, Stein í loftið. Já, takk. Já, það er erfitt að verja hann þarna. Já. Guðmundur Bragi. Bragi 1-1, losar Geir út í hornið. Hann skorar Brynjólfur. Já, það er allt í aft. Það er ekki vonað öðru en þetta verður svona í allan dag. Já. Erum við sáttu við mætingur í stúkuna? Við höfum viljað sjá lítið fleiri hræður hérna í dag. Ætla að séu allir heima að hlusta okkur bara. Já, mér finnst það mjög líka. Fólk frétti að þessar kanónur var að lýsa og seldu miðan þessu áttalegin. Skiljanlega, ákemur Birkir, Aftureldingu. Rósar, það er Árni Bragi í gegn og Vari. Magnús Gunnar verð hann í innkast. Afturelding heldur boltanum. Birgir Steinn sendir Árna bara að veita innlýsingu eftir það. Já. Kalda hvaðir. Birgir pláss undir. Sjús. Æsti, Þorsteinn virkilega vel gegn. Fann ekki neitt þess að gefa á. Leitaði. Gafst það bara upp og bara reif sig í gegn og skoraði. Já, virkilega vel gert. Það var svæft bara haukaverðin hann meðan hann var ákveðin sér. Það var bara glinta hugsa hann. Vel gert, 5-4 Aftureldingu. Sjá hvað að gera þetta með grunar að það verið mikil áhersla lögð á að stöðva Adam Hauk sem mögulega skýrir þessa byrjun. Já, frábært skot og Guðmundur Bragi. Enda betur varið hjá Kúkabat. Já, sem skýrir hvernig af hverju þetta var svona opið hérna hægra megin til að byrja með. Já, einmitt. Þeir eru að þétta mikið á boltan þarna, ekki boltan lína. Já, það er víti, hefði áttið. Var allan víti. Hvort það verði eitthvað meira. Fínasta glímutak sem hann náði á Jakobi þarna. Já, Jakob hefur samt aldrei verið jafn lítið laus í leiknum. Já. Þá fekk hann boltan. En hann greip þetta á, kom sér í gott færi og fekk vítið. Já, það var Árni Bragi. Hann skorar. Vel gert. Knýr fram hérna 2 marka fórustu heimamanna. Já, Aftureldingu standa vörnina vel núna. Það var þringað og erfitt skot síðast. Þau þurfa að halda áfram að þetta. Algjörlega. Sjáum að Gunnar Malmqvist er komin í bakvörðinn hérna hægra megin. Já, ég veit nú hann að skoti. Já. Þetta hefði verið rosalega fallegt mark, en þetta var rétt framjá. Já, Birgir Steinn gerir vel að loka á þetta. Já, Birgir losa áfram. Áfram bolta. Vel spilað. Svona myndast færin. Birgir komin að vinstra megin. Já, það var kannski lítið að gera út af því.
Það er góð boltareyng og mann reyna að finna gott pláss, það er gott færi, það er mikilvægt. Já. Það fer afturölding aftur í, stilur upp í mjúkakerfið hérna, Hafni leysir inn. Innlýsingu, boltið tilbaka á Birgi, losa mikið inn á miðjuna. Já, virkilega, Birgir Steinn með góða hreyfingu, nær ekki að skilja réttum mann og ekkert flauta. Ok, áfram með leikinn. Haukarnir vinna boltann. Guðmundur Hólmar. Sterkvörn og Birgir hann að Birgir er virkilega áreiðanlegur varnarmaður. Já, virkilega sterkur maður og mann. Guðmundur Hólmar er með ansi góða og sterka yfirhundafintu en þegar hann nú kljást oftar en einu sinni. Kljást. Þeir hafa klást. Þeir hafa lent í þessu einu sinni eða tvisvar áður, þannig að þeir kunna ákvæmd annan. Adam í lofti. Nei, framjá. Ég held að það var runni í Já, þetta líka. Hvernig gott við gefum kúkabata þetta eða ekki? Hann fagnar þessu. Hann fagnar þessu, þá gefum við þetta. Ég er markmaður, ég vilja fá þetta varið. Já. Bakkar að fínast ég. Já. Við búum þetta hápið stað sem sammála meira þegar að leiklókum, það er aukaðri. Já. En aftur á móti ágætis færi hjá Adam, hann er kannski átt að gera betur en þeir eru aftur að gera að ná að finga á því skot, bæði þetta og svo hjá Geira, þannig að þeir eru að ná að loka lítið betur eins með við hvernig það byrjaði. Já. Saman það kemur svipurlýsing frá Árna Braga. Ekki draumaskotið á Birgir Steinn. Nei, þetta var kyrrstöðu, þetta var ekki, það hefur verið svona betra. Geir hérna gegn Þorstein Leó. Fín vörn hana. Gefst ekkert upp, Geiri gull spjald á Þorstein Leó. Hann skiptir það út af við Gunnar Malmkvist. Hvenær heldur að Gunnar Malmkvist hafi spilað í síðar með treyju innanundir síðast? Já, það er að hann hafi verið að fá sér eitthvað tattoo sem hann vildi ekki sína. Það er spurning. Það er spurning, þetta er ástæðan. Það er langt sem maður sá þetta, einhvern tíma. Einhvern tíma, ég held að hann elskaði hann að vera sína aðeins. Já, hann er með það. Hann er nú ekkert illa vaxinn kallinn. Nei, hann má eiga það. Hann og Ígor hann á hægri vægnum, þetta er rosalegt. Það er verið ansið snöggir á löpunum af þessi tveir. Já. Þorvaldur er komin í þristinn hjá Afturöldingu. Já, það sé bara verið að rótera hópnum. Það gerir 1-1. Sterkur fram hjá Gunna og skorar. Þetta var ekki fast skot, ekki samfærandi. Já, við ekki setja þetta á Jóhann. Jú, hann veit það sjálfur. Þetta var hann gerir með lausa hend, en þetta er ágætis vörn og Gunna heldur honum alla leiðina. Meðan fyrir fram að sig, en gerir klókur og nær að koma á skoti. Já. Það getur verið erfitt að verja þessu skoti í svona miklum kontakt. Já, svo segja þeir, þessi málsmenn. Þú veist ekkert um það, ég get logið hverju sem er að þér. Birgir Steinn, nei, hann fær ekkert. Nei, þetta var bara klaufalegt hjá honum. Þeir yfir Þorsteinn, það var ansi hátt. Þetta var ansi hásending. Já. Það var orður 6-6. Já, þetta var fljótt að breytast. Bara 2 klaufamistök í Afturöldingu. Þeir var haldið og bara ákveðið að vera að fara að dæma eitthvað fyrir þá, en ekki fengu og haukarnir refsa strax. Við bæðið skiptinn Birgir Steinn í síðustu 2 sóknum. Já, hann átti skotið þarna eða svona kyrrstöðu og svo þessi. Gísli kominn á miðuna. Gísli Rúnar raumarætt. Þorsteinn á miðunni hérna. Haukari. Hann ætla að segja að þetta í úrstæðarkennis kýrin. Þorsteinn Leó. Hann ákveðið var Þorsteinn eitthvað hann að krydda þó að hann hafi bara ríkt svona svaðalegan, ég veit ekki hvað það var. Tóið eitthvað aðeins í hann. Hann er sterkur þráin en mér finnst ólíklegt hann sé svona sterkur. Já. En þetta það snýst þetta. Þetta eru sterkir strákar, þetta verður alvöru slagsmál. Já. Menn þurfa að láta finna fyrir sér. Algjörlega. Það stillir aftur upp í sók. Og aftur tapaði bolti. Haukarnir keyra. Hann var næstu búinn að verja hana. Það er ekki Össur Haraldsson skorar hana. Gott mark. Þetta er núna
fjórði tapa boltinn afturöldingu í leiknum, 3 á mjög stuttum tíma. Og það eru bara 3 mörk beint í baki og þeir eru búin að breyta stöðunum 6-4 í 6-7. Þetta dýrt. Þetta alltaf dýrt. Leysingin aftur hérna, hvað? Það fer aftur út, hann veit ekki alveg hvað hann að gera, hann bara vera að þetta er engin áranir, þetta er slakur varnarinn, hún er ekki ólíklegt, já, einmitt, hann kemur, það er ekki ólíklegt að Gunni var að fara að taka leiklínuna, hann var aðeins að stilla sóknarleikur upp, þetta er eins og þú talaður þetta er alltaf á miðju og núna undanfarið er þetta bara að vera bara inn á miðju bara til þess að fara á miðju, það er enginn svona hugsa að fara að skjóta. Það gengur ekki. Ég reyna að stunda einhvern varalestur á Gunnar Maggjana nákvæmlega að segja, mig grunar að segja mönnum bara að leyfa boltanum að fljóta. Það er ekki ólíklegt. Halda boltanum bara gangandi og í höndunum á liðsfélaganum. Og Gunni er náttúrulega þjálfaði Haukana lengi vel þegar afturrættu Hauka spila í úrslitakeppni og Gunni veit alveg hvað Haukunum finnst óþægilegt, sérstaklega frá stórum skiptum í afturrættu, þannig að hann ætti nú að hafa eitthvað í bókahorninu til þess að reyna að koma úr stöðum. Þetta snýst það að reyfa þessu stóru menn í Haukaverðinni. Þeir eru sterkir, þeir eru flatir, þannig að þeir eru bara grimmir að fara út og brjóta þegar þess starf. Þannig að þeir þurfa að fá reyfingu á boltan, þannig að þeir menn get ekki brotið þegar þeir fara út. Ég get alveg trúið að skilabóðin hafi verið bara að haldi boltanum á floti og komið í árásirnar eins og þið eigið að koma í árásirnar. Koma mönnum bara úr stöðu og spila út úr því. Það er svolítið svona uppleggið sem hefur gengið upp hingað til allavega. Það er erfitt að treysta bara á að Þorsteinn skjóta alltaf á 15 metrum ef eitthvað gengur. Það þurfa að vera með eitthvað skipulag kringu það. Sáum hvað þið gera. Guðjón Birkir, klippingu, myndapláss 1-1 og Gísli færvíti. Gott. Þarna kom, eins og við stöðum, það kom klippingar, það kom árásir og boltinn enda breytt. Gísli að feikna kraftið hana bara á milli 1 og 2, sækir vítið, virkilega vel gert. Átni áttur á punktinn. Hann lætur verja frá sér. Þetta er dýrt. Hver er þín greining? Var þetta það sem við kalla góð varsla? Já. Þannig að menn ákveða bara að negla boltan beint út frá hendi. Að gera að vera mætti með löpina. Já, reyna að fara fyrir. Hann er að byrja vel, Magnússon kom með 4 varin skot, þannig að hann er að byrja vel. Þannig að Tjörfi komin á miðjuna. Vel spila hjá Haukunum, en Kúkubát verið innum henn. Vel varið Jóhann Kúkubát. Hann kom með 4 skot varin líka. Gísli, Birkir. Átni Bragi, skora núna. Hann bætir upp fyrir þetta vítakleik. Staðan 7-7. Þetta var skemmtilegt kerfi hjá Haukurum. Já, virkilega. Kom hornauglýsing á stoppa hann stutt. Áður en að Gunni gat komið að hjálpa, þannig að það var talningavitleysa þarna. Já, virkilega vel gert. Mjög gott færi en það þarf að skora líka. Tjörfi kallinn komin inn á. Já, Adam fór út af fyrir Tjörfa. Tjörfi er aðeins að stýra þessu hérna. Alveg svo herfóringi. Geir í árás. Geir gegn Gunnari. Klass, Jóhann Ver. Líklega bara fótur. Ég er ekki bara til rétt og hann sjá svona. Já. Það vill oft vera þannig. Það vill stundum vera svo leiðis. Össur út hérna í eitthvað svona löfven-hreyfingu. Rikkingi fólk. Þannig að einokra Birki hérna næsta meginn. Kemur ekki boltinn yfir. Sjáum bara aftur. Ágættisfæri að gera en Jóhann með góða vörslu. Þorvaldur náði ekki að skila línumarinn nógu hratt örugglega frá sér og opnaði smá plásana. Við sjáum það að Guðmundur Hólmar, hann var bara inn á línu. Já, hann var inn á línu, einmitt. Ég veit ekki hvort það hefði verið eitthvað skipulag, hvort það sé eitthvað línumanns grísa hjá Haukunum, en ég hefði hann viljað sjá rikkinguna þarna hjá Guðma, það var að koma ansi mikið plás. Hann heldur sér á fótum og fer allaleg gegn þvervítið. Virkilega sterkt hjá Steina að tróða sér í gegn.
Það er nefnilega, það er ofta ekki nóg að stoppa skoti bara í loftinu. Það þarf að, þú veist, þegar skriðþungin er komin á stað og leikur ekkert að stoppa hann eftir hann lendur, sko. Hausinu farið niður í bringu og áfram gýrin komin á stað, þá er erfitt að stoppa hann. Birgir komin á punktinn, hann skorar. Birgir Stefán skora sitt annað mark í dag. 8-7, það er allt í játnum. Það er eftir 17 myndir liðnar á fyrirháleik. Það var okkur þess að við vildum hafa þetta. Það var spennu og hamagang. Algjörlega. Síðan gruna með að komi kannski eitthvað smá svona hiti hérna fyrir lok fyrirháleiks og síðan aftur í lokleiks ef það hóngi spennandi. Það er ekki ólíklegt. Aftur skemmtilegt kerfi á Haugum, náðu ekki að nýta sér það saman. Já, vörðin komin hérna á risasvæði. Ekki í neitt, þannig að þetta er bara, afturöldu þennan bolta. Það gerir sjöndubölgina, Gísli. Þetta er, þetta sé sammála. Nei, þetta er alveg... Þeir hefur getað valið bara hvort Steini eða Birkir stálu þessum. Þetta var ekki góð ákvörðun hjá Guðmundur Hólmari hann að ná ekki að refsa afturöldingu fyrir að gera mistök, eins og þeir gerðu svo vel í byrjunleiks. Það er mikilvægt að láta hitt liði liggja svolítið í því að hafa það á boltanum, ekki gefa hann rétt aftur. Já, það er rétt. Nú spilar þetta vinstranum á, Ívar kemur hérna, Steini, það var bara 23 metrum, en stöngin, Árni bara í frákast, snúli, mark. Það held ég. Fjóramarki Árna, frábært mark í honum. Ekki það séu að Þorsteinn Leó, markmaðurinn farin í fjær og... Hann hefði bóttið leiði eða hann hitta marki. Galopin að línuna ekki bara um bóttan, Geiri ætlar að gera þetta sjálfur. Já, ég meina, hann skaut hérna bara af cirka 20 metrum, sko. Já, eitthvað svoleiðis. Þeir voru búin að vera að fara úti en hann hugsaði, ég fer það bara ekkert næðin þetta. Já. Hann lág ekki þannig. En það er það algjör óþarfi fyrir hann að vera að fara eitthvað mikið næra það. Það er akkurat hans hlutur fyrir að hamra á markið. Já. Þannig að halda því áfram. 2 marka munur. Það kemur innleysingin hérna frá vinstri. Það er einangrað. Þessi. Vel slúta hjá honum. Hann smýr hann á síðun á Jóhann. Við skotið hjá Brynjólfi. Já. Ígor fær orðið eira hann frá bekknum að gefa þetta pláss þegar gerir svona langt frá. Já, það var svona hálfgerð hjálpavörðanda hinum megin, þannig að það varði ekki nógu mikil ákveð, þannig að þetta var það svona... Þetta var snöggt og góð sending líka. Já, náðu að nýta plássi vel. Annar tapar bolti, Brynjólfur störði þessum bara sjálfur. Það var á Guðmund. Hann skorar, jafna metinn, 9-9. Næstu því búinir að galopna eða fá galopi færi hérna. Það var vel gert í augunum. Aftur eftir ennu tapaða boltinn. Ég kom að tölfræða mín sér rétt en ég kom með 6 tapaða bolta í afturöldingu fyrir 20 mínútum. Það er ómikið. Það er rosalega mikið. Það gengur ekki þarna. Þeir þurfa að byrja einhverja nýja ára og Þorsteinn gerir það. Það er dribblið. Rosalega skemmtilega þarna. Þetta var eitthvað sem við sjáum ekki endilega í hverju sókn með Þorsteinn Leó að ræðist hérna utavert og losar hann með vinstri. Nei. Getur virkilega góð kostur ef hann verður að tileinka sér þetta. Spurning. Hann sogar að sér varnarmenn, það er ekki spurning. Ef hann er að losa boltan vel þá ætti nú að vera pláss fyrir hina í kringum hann. Haukarnir aftur. Þröngu færi Jóhann Ver. Lettur Ígor hérna. Leita síðan hann á gólun eitthvað. Það var Stefán Magni, eða Stefán Magnaði eins og ég kallar oft, komin í hægráðið. Já, rauðhærað undrið. Alltaf gott að hafa allavega 1 eða 2 rauðhæra í hverju liði. Já. Núna er vinstri hornamaðurinn hjá Haugum rauðhærður og hægri hornamaðurinn afturöldingur rauðhærður. Já, þetta verður alvöru dúel þar. Já. Steini í lofti, Árni komin í skyttuna. Adam er að spila svona næstu því plúsin hérna í þessari 5 metur, þannig að mæta framalega, þeir eru að vinna þetta vel, þá kemur þráinu upp. Þeir eru alltaf mikið inn á miðju, þetta er alltaf einfalt. Þetta er bara virkilega vel varið og vel gert á Haugunum. Já.
Ég hefði nú verið mjög ósáttur við hann hefði hann ekki varið þetta skot þegar hann komið 4 hendur í vörn og hann situr hann niðri nær. Sem Haukamaður þá? Já, sem Haukamaður. Já, sem Haukamaður, já. Og það var ekki bara í borði sem heimamaður kannski. Nei, ég hefði viljað fá betra færi sem heimamaður. Já, þeir fengu að vinna á nokkuð litlu plássi þristafinn hann. Sóknarnir gerða með auðvelt fyrir. Já, eins og töluðum, þeir þurfa að ná að færa aðeins Tristana betur. Tjörfi með fallegt skot en í slána. Virkilega vel gert hjá Stefáni að vinna þennan bolta. Þar keyra Átni Þráinn. Steini komin á línu. Já, athyglisvert. Já, ég meina Haukarnir eru að stíga vel út og þeir eru búin að vera að stela boltum, þeir eru búin að vera að trufla menn og láta menn tapa boltunum, þannig að þeir eru að spila virkilega góða vörn, þeir eru að vera sáttu við það. Afturinn þarf að finna ykkur betri lausnir, en sjáum að Haukarnir eru komin í 5-1, nú komið til framann, sjáum hvernig það skilar þeim. Einn upp í stúku. Sjáum að Össur er komin í bakvörðinn, hans hlutverk stækkar bara og stækkar í þessu Haukaliði. Hvernig afturinn ætla líka að nýta svo þetta, þeir þurfa fljótir að færa sig. Já, þetta er alltaf víti. Þeir eru heilaðir þessi línumenn, þeir eru búin að fá boltan. Já, þetta var full kröftug svona bakhreyting þó hún hafa verið frá markinu. Já. Skilan alveg að vilja ekki fá þessi víti fyrir þetta, en ég held að það sé rétt. Það gerir góð tilhörn, hendi hérna Robba Gunn skot handa, en það var varið. Já. Og það Birgir aftur á punktinn. Við erum að fá hérna sent frá aðdáendum heima í stofu sem aðamar. Ánægðir aðdáendur heima að hlusta á okkur, það er ástæðan fyrir þennan ekki hér í kvöld. Já, það er í áralega heimildi fyrir því að það eru season ticket holders heima í stofu sem velja að horfa. Þetta er þessari yndislegu lýsingu fyrir að gera hann að mæta á öllum. En þetta við treystum á góðan leik. Birgir Steinn skorar úr vítinu og kemur þessu í einsmark forustu aftur fyrir Aftureldingu. 24 mínútur liðnar, 6 mínútur eftir. Nú er mikilvægt fyrir annar liða. Aftur spilar þetta kerfi. Stefán Rafn kemst ekki gegn. Gunnar Markvist lokar á hann. Já, Geir Guðmunds hamrar hann inn. 4. markið hans. Frábært. Þarna er Gunni Markvist í aðsynni sínu aðeins að fá kljástumenn. Frábær sending frá Birgi Steini. Og Íor sem skorar. Frábær sending. Virkilega vel gert. Og það er skemmtilega sóknir hérna á Sigurður liðinu. Frábært mark. Báðum megin. Þetta er bara það sem við erum að búast þegar þessi frábæru lið mætast. Sjáum það, Stefán Rafn er komin í sóknina fyrir Össur. Já. Það er náttúrulega reynslu bolti líka. Þarna er ekkert dæmt. Geir endar upp í stúku. Það er yfirtala, Geir er bara, hann er ennþá í teig. Losa Átni Bragi á Þorstein. Hann skorar. Já, sko. Ég sé eins og verið þá finnst mér þetta að vera fríkast. Mist okkur stig. Já. En ég ætla samt sem ára að taka upp hanska fyrir á vegna þess að þeir eru ekki búin að vera að dæma þessu fríkast innum meginn þegar Afturelding tapaði þessum boltum andið 3 í röð. En að vissu leyti eru þeir kannski að reyna að halda ykkur í línu. Já, vilja ekki þennan 2-falda séns. Nei. Það er ofti kvarta yfir þannig að það er kannski gott og vel. Við lesa ekki annað, Bragi Birgir Steinn og pressa boltan. Virkilega vel spila. Þetta merki hjá Tjörva í kvöld. Mjög vel losað hann á Guðmundur Bragi leið og Átni Bragi kíkir á hann, lyftir hann honum yfir Átna á Tjörva sem mættur á siglingunni. Einsmanns leikur. Og þá er eitthvað að fara í gang. Nei, sínustu þeir ættu að fara í 7-6 sem þeir hættu við. Það er nú, ég veit ekki hvort þessu veit ég var að spila mikið 7. Nei! Þetta var dýrt maður. Galopinn hann á línu Þorvaldur. Galopinn. Sendingi kemur hann gripur ekki. Bötter fingers maður. Hvað var að segja? Sendingin eða gripið? Gripið. Það kemur ótrúlegt að skýtta skil að hafa sagt að þetta hefði verið línumaðurinn að kenna.
Vissum að Einar Ingi hefði verið að lýsa með mér, þá hann sagt að þetta sending væri bara gjössalega út í höð. Já, allt á först að þessu færi, Já, sjálfsögðu. Já, koma Haukarnir, aftur. Galopið, Geir Guðmundsson. Ég ætla að giska á að byrjum við. Þetta var svolítið mikið einfalt. Þetta var rosalega mikið einfalt. Þeir eru farnir í 7-6. Það er 7-6. Þeir ætla að láta reyna það. Ég meina, Haukarnir eru búin að vera að stíga hratt út og það er búið að opnast mikið pláss á bakvið á, en Afturelding hefur bara ekki náð að nýta sér það. Já. Það spurning hvort þeir ná að nýta sér það með 2 línumönnum. Og engum markmanni. Birgir, Adelína. Nei, ekki. Og Adam Haukur skorar yfir völlinn. Adam Haukur skorar sitt fyrsta mark yfir völlinn. Vel var hjá Magnúsi Gunnar þarna með sitt 7. varða. Nei, þetta var ekki líklega það sem Gunni lagði upp með þegar hann ákvað að hafa spilað 7-6. Binni hefur gert þetta nokkur sinnum áður. Já. Virkilega skemmtilega gert. Birgir aftur, nei. Hann ætlaði ekki að fara aftur í sumum mistökin, þannig að hann spilar út. Það er still upp. Ég meina, þeir þurfa að fá mark, þeir þurfa líka að sína það að þeir geti spilað 7-6, þannig að þeir þurfa að spila þetta kerfi almennilega. Já. Átnið, bakgrán. Stefán Rapp gerir þetta vel. Stefán var að stela þessu. Sjáum hvað gerir hann að... ætlar að velja Stein í loftið. Stein í loftið, já, takk. Ok, þetta hljómaði eins og bara... Frábært, Stein. Já. Vel spilað. Þetta hljómaði eins og bara vörubíl að gott hjá parkitið þetta. Já. Þetta var rosalegt, sko. Ég held ég að gegja að við bara á meðan Árni bara átti eftir að hoppa upp. Það sáum við það báðir, já. Þegar Steini fer að stað, það er erfitt að missa á því, sko. Það er rétt. Guðmundur Bragi, við spilaði Haukunum aftur. Það er aukakast. Það er ákveðið konfekt að sjá Tjörvar og Guðmundur Bragi að spila saman. Já, litli listamennir með boltan, sko. Haukarnir er búin að spila núna nokkuð kerfi, svona konfekt kerfi þar sem menn eru að hlaupa, skrýtna hlaupaleiður og fá boltan aftur og... Já. Þannig að... Guðmundur... Nei! Hvað? Veit ekki alveg hvernig við höfum að lýsa þessu? Boink. Þetta var skot og mark. Þetta var boink. Já, það er bara boink í honum, það er að fóra takkinu. Guðmundur Bragi skorar. Já. Var það ekki Guðmundur, jú? Já, Guðmundur Bragi, það kemur Haukurum yfir. Spurning hvort að Binni... Það hefur kannski byrjað seinna leikinn. Jóhann er þann sem áður með 7 varinn skot og á fínum stað. Já. Það er alltaf áfram í 7-6. Núna eru... Hendinu. Já, Árni velur, Birgir inn, nei, hætt við, sjálfur, skorar, vel gert, Bingusteinn. Já, þetta ekki leikli, stöðunum 14-14. Hvað var þetta, 20 sekúndur eftir? Já, þeir náðu eitt upp í kerfi. Það er þá tækifæri fyrir eitt svona hítamóment eins og ég kallaði eftir hérna. Já, þetta er eins og við viljum hafa þetta, má spenning og hamagang og skemmtilegur handbolti, það er ekki spurning. Búið að vera bara örguð handbolti, það búið að vera skemmtilega sóknir og fallega mörk og fallega varnir og eitthvað að misfallega mörkum. Já, það búið að vera líka. Jóhann er búinn að fá þessu allan á 2 svona þar sem er búið að vera að reyna að láta hann verja en hann er samt einhvern veginn mist hann inn. Já. Það gerist. Hann er líka búinn að taka hvað segir maður, taka vörslur með HXG svona döðafæri. Já. Það er svo maður komast. Þeir eru báðir samt, ég er með 7 varin á Jóhann. Það bil kannski rétt mér. Þannig að hann er bara ég hef ekki sagt góður starffræði en hann er 14 mörk kominn og 7 varinn, það er ykkur 30%. 33, er það ekki? Fáum kannski eitthvað starffræðinga heima til að... Já, þið getið reiknað þetta sjálf. En 20 sekundur, sáum hvað Haukarnir gera, hvað er still upp í. Þeir ætla ekki að drífa sig, þeir ætla að eiga bara síðasta skotið í lokinn greinlega. Já, eðlilega. 10 sekundur. Geir og Guðmundur, árás, lossar, Tjörvi út í hornið, Stefán Rapp Sigurmannsson skorar. Var einhver að biðja Árna Braga að fara út í skiptuna þetta? Jánum aftur, nú fyrir að byrja síðara hálfleikurinn og hann er farin í gang. Það er Afturelding sem byrja með boltan. Haukarnir marki yfir. Við sjáum það að Afturelding byrjar leikinn
eins og þeir byrja seinni hálfleikinn eins og þeir byrjuðu leikinn. Birkir aftur komin inn á og Birgir Steinn og Jakob á línuna. Haukarnir eru Stefán Rafn, hann heldur inni eins og hann endaði fyrir hálfleikinn. Sjáum hvernig þetta fer hjá þeim, aftur ekki komin í sóknina, Birgir Steinn, Þorsteinn, það er ekki komist í gegn, boltinn á lífi, hendur komin upp. Bröðsölu sóknina til að byrja seinni hálfleikinn. Já, þetta er aðeins. 4 sendingar. Þorsteinn í skot. Steinn, einn sending, stöngin út. Þetta hefði getið endað í árekstri, en slapp. Hann er ekki mikið að rífa sér, hann Jakob. Má eiga það. Það er bara allt eða ekkert, sko. Klikk, fyrsta sókn. Það rann hreinlega í sandinn hann. Já. Eða svona. Þetta er bara sama og verið fyrirleik. Það vantar bara einhverja áræðinu, vantar einhverja opnanir. Það þýðir ekki að vera alltaf að dribbla og að láta Steinar skjóta. Þannig að það þarf að búa til pláss fyrir þá. Algjörlega. Þeir hljóta að finna einhverja lausnir því, ég hef enga trú á öðru. Já, koma Haukarnir, Tjörfi línu. Guðmundur Bragi losar yfir á Geir sem fyrir sjálfur og skorar. Guðmundsson kom með sitt 7. markið í dag. En sjá það líka að Brynjar er komin í marki fyrir Jóvan. Uminski. En sjá það líka HB Stats valur að þeir voru með 9 varin á Jóvan, ég er bara með 7, þannig að Jæja. Ég hefði nú kannski átt að gefa honum meira heldur þetta eina skot að segja ekki á honum. Greinilega. Afturhending. Þetta var erfið sending. Þetta er alltaf erfitt. Það er ótrúlegt að þeir finna alltaf Jakob þegar hann er ekki laus. Já. Þeir að Haukarnir. Jakob fljótu tilbaka með allt. Já, aftur, tapaði bolti afturhendingu. Nei, áfram. Þeir flauta ekki til flautuna. Þeir hann bara Stefán Rapp finta sig í gegn. Þetta var sérstakt. Stefán skorar sitt annað mark. Já. Þá er bara allt innum 3 marka fórusta að Hauka. Eftir 2,5 mínútu í seinni hálfleik. Þetta er ekki það sem er að lagt upp með í hálfleikina heimamenn. Ólíklegt. Myndast pláss innum einn, Birgir Steinn. Nei. Tæpur á andlitið en áfram með leikinn. Já. Þetta er skárra en við höfum séð í síðustu sóknum. Það eru að ná að hreyfa boltan vel og vörnina líka. Birgir Steinn hérna utanvert alla leið. Birgir Steinn. Ekkert. Fótur síðan. Já. Hann er bara varið skot. Þetta er fylgja línunni sem er að hafa haldið útleikinn. Já. Við sjáum það hvernig vel gert. Leið og Birgir Steinn myndast pláss. Birgir Steinn fyrir árs vinnum mann. Það strax komið maður í næstu hjálpaður. Já. Þannig að hann næri ekki að losa bolta. Hann næri ekki að komast í færi. Það er að spila. Új, þetta er ekki. Já. Það var ansi hár olboði hann hjá Þráinn. Algjört óvilega vark er ég nokkuð vissum en Árni Bragi lendir einhvern veginn þannig undir handakrygguna á hann og á olboðan á hann. Já, Árni Bragi út, segir Gunnar. Byrjar aftur, nú þarf að koma góð árás. Loftið, bang! Varið. Tvívarið. Það er rétt, vörn og markmaður. Það er öruggar að verja þetta á tvísaröldan inni. Já. Guðmundur Bragi. Já. Þetta er einmitt það sem virkilega vel gert. Þetta er það sem Haukarnir hafa gert svo vel með að stíga út. Vá, skemmtilegt hana. Held að Árni hafa haldið að vera enginn í markið. Það sé svo ekkert í markinu. Hann fintar markið Árni að vel gert. Já. Klassa vörnum þegar Birgir Steinn. Góður, hann þarf að setja menni klípur þegar þeir eru farnir í loftið, það rjúka út og setja smá pressu á sóknarmanninn. Nú fara þeir 5-1 aftur. Maður sjá Jakob komin hodni, Gunnar Malmqvist í bakvörð, Birgir Steinn í þrist og Leysi Tjörfi, Gunni kemur bara út, það geta flækjað það. 4-2 og 2-1 Árna. Vel gert. Þörfum finnur engan. Úps. Íor klappar í gegn og skorar. Þetta var með smá viðkomu. Frábært mark. Já, góð vörn aftur líka núna síðustu. Minnkar þetta niður í 1.
Haukarnir aðeins fannir að leita meira heldur en gerðu þetta í byrjun. Já, það er rétt. Spurning hvað er að bjóða okkur upp á þetta. Haukamenn, Guðmundur Bragi leysir inn og kemur síðan aftur út þetta vinstra megin. Gunni fyrir niður núna. Sjáum hvað það skiptir. Geir í loftið. Þórar. Þetta fór þetta bara gegnum blokkina. Binni var þarna með nærhornið alveg á lás. Þorsteinn á dribblinu. Treystir á fríkast í hana. Hvað er það? Það 7. markið á Geir í leiknum. Það er stórleik hérna. Það tók út 2 marka munur. Já. Dómararnir hafa látið flautuna vera svolítið. Leftu aðeins að fljóta. Já, ekkert þá sakast hingað til allavega. Birgir Steinn í lofti. Þessi stellingur. Og Jakob Arason komið nú ofan. Í þessu fína standi sem hann er í. Sýnist einhvern veginn Svavar að vera að kenna Jakobi fyrir að vera komin úr ofan. Já, ég veit ekki, sást þú hvað gerist? Nei, ég var að skrifa hérna tölfræði eitthvað. Við erum ekki með endursýningar hérna eins og meistararnir hjá Sjónvarpi Símans. Þannig að við verum bara að treysta á að einhver sem sá þetta segja okkur að hvað gerist. Já, mig grunar á þess að vera einhver verkfræðingur að það hafi einhver togaði treyfnars. Mér finnst ólíklegt að hann klætt sig úr henni sjálfur. Þannig að ég skil ekki alveg hvernig. Ég fara yfir þetta hérna Svavar og Gunni. Gunni er ekki mjög reiður, þannig að þetta er ekki alvarlegt. Það er gott. Það höldum áfram. Með sama kerfi hérna. Guðmundur. Nögg reyfingi honum. Já. Birgir Steinn mætir þetta aftur á Geir núna. Nær að losa. Hjörvi leitar, finnur engan. Fríkast. Fín vörn. Fín vörn. Þeir opnaðist þarna vörnin en þeir náðu að standa þetta vel á sér. Já, þannig þeir eru komin yfir 6-0 þegar Árni er svona að fara fram og tilbaka. Nú er hann komin út aftur. Guðmundur Bragi, frábær hreyfing. Og Brynjar vel varið Brynjar. Fyrsta var að skoti hans. Virkilega góð hreyfing Guðmundur Bragi. Já, hann bara skildi Stefán Magna eftir þetta. Já. En hann var að nýta færi líka. Vel varið að Brynja, vonandi kemst Binni í gang. Já. Það var svona þægilegt skot til að koma sér í gang. 1 marks munur og afturölding getur jafnað með markið þessara sól. Það er loftið. Sjáum að Guðmundur Hólmar er að hóta hana, stöða flæðið, þeir gera þetta vel. Adam líka stígur út og niður, Guðmundur út og rykking undir nær ekki losan. Árni Bragi tekið föstum tökum. Ég verður að segja að boltinn er of lengi í höndunum á hverjum einu leikmanni. Já. Það þurfa að vera duglegar að taka árás og losa. Eins og við sáum í fyrri hálfleik hjá Haukum, sérstaklega í síðasta markinu, að boltinn bara flaut virkilega vel á milli manna. Árni í skotið. Erfitt skot, þetta var ekki vanlegt árangur. Haukarnir hraðaflöp, Brynjólfur skorar. Ekki maður konur. Brynjólfur snar að skora sitt 4. mark í kvöld. Sjáum líka að við berum saman reynsluna á parkettinu. Það voru Haukar með reynslumikla menn bara í hverri stöðu akkurat núna. Já, virkilega. Fyrir þetta mögulega markið, ég veit það ekki. Jó, það er kannski minnsta reynsla þar. Eitthvað að síður, það getur muna bara rosalega miklu að hafa sjóaða menn í hverju stöðu. Já, það myndar svo mikið öryggi þegar menn eru. Ekki spurning, þetta eru líka alvöru stykki, þeir eru bæði kunna þetta og geta þetta. Já. Stefán, nei, Magnús. Gunnar Karlsson. Við þetta. Þeirra er Geir í loftið. Sjáuði Geir Guðmundsson. Enn og aftur. Geir að skora sitt að með sínist 10. markinn í kvöld. Nei, þetta var ekki 10. Þetta var 9. Þetta var 8. Þetta var 8. Ég er að reyna að telja striki mín. Það gengur misvel. Þetta er hann eiga stórleik. Hann er virkilega vel gert. En alveg eins og við talaðum að þetta hef verið reyður og Magnús varði ekki skoti frá Birgi í fyrrháleik. Þá var þetta sama. Skoti við vörn niður í nær. Þetta verður markmaðurinn að verja. Það er bara þannig. Vel spilað aftur eins og Birgir Steinn gerir þetta. Nei. Vantaði á hann að byrja hitinn.
Birgir komið nóg að þessu frá Haukavörðinu. Þeir eru búin að vera að halda svona í menn eftir flaut og aðeins... 1 sekúndi lengur þarf aðeins til þess að hitta. Já, tók eftir hann ekkert tímann áðan í byrjun seinni hálfleiks að ég held að vera Guðmundur Rómala hélt í Birgi alveg lengi vel. Hann verður bara að hrifsa sig lausan. Já. Gaf honum léttan olnboga hann aðeins til að láta vita að hann var komið nóg að þessu. Já, hrista þessu út frá þessu. Vel gert á dómurunum að falla ekki þá grifið að dæma bara. Já. Bara að róa þetta niður. Já, þeir eru, ég ætla bara að hrósa, þeir eru búin að vera fínir inn í kvöld. Það þarf að hrósa líka fyrir vel gert. Ætli það ekki? Stein, eini. Ég er ekki frá því að Haukabekkurinn hafi rétt fyrir sig hana. Já! Það eru engin smá slagsmál. Birgir Steinn skorar 78 mark. Þetta var alveg slagsmál hann á línunni. Jakob og Geir voru bara hann í glímubröðum. Það er gott. Já, þetta er alvöru, menn velja vinna. Já, ég verð að segja í síðustu heimleikjum Aftureldingu hefur ekki verið nægilega mikið fútt í þessu svona fyrir minn smekk. Er búin að rólegi leikir, svona virkilega drengilegir allir og það er svona ánægilegt að sjá svona baráttu og hita í þessu núna. Sammála því, vinna miklu bara fyrir hópinn að finna að næsti maður er tilbúin að leggja sig fram. Algjörlega, já. Ekkert að þetta með þetta. Ég meina, þetta er allan daginn fríkast. Þetta er svona kannski það sem þeir hafa ekki verið að dæma á í leiknum. Já, þetta er. Gráasvæðinu, á línunni. Já, Guðmundur lappar í gegnum, skorar. Allt og einfalt. Vel gert til Guðmundur Braga. Og hann kom með 4. Fekk Birgir Steinn að flatan á móti sér og þakka bara fyrir sig. Sýnist Gunni Markvist ekkert vera mjög sáttur, kemur hérna út af skiptinguna. Nei, ég hef aldrei séð Gunnar Markvist sáttan eftir að fengja á sér mark. Alveg sama hvernig það er alltaf hægt að stoppa á hans mati. Já, það er rétt. Nú kemur Aftureldingu aftur, 3 marka munur. Íor kemur hérna út fyrir. Nú kemur Steinn á siglingunni, þeir mæta langt fram. Þeir mæta aftur fram. Já, virkilega vel gert. Boltinn vinna, Íor skorar. Þegar maður ekki sitt. Erum við ekki að tala um þetta? Við myndum boltafærslu. Þetta er bara nákvæmlega þess að vorum að óska eftir. Já, Guðmundur Bragi. Þetta við. Og við róa, eða ekki. Guðmundur fer bara aftur. Mynda pláss. Adam Haukur. Já, Marið. Ég er farin að... Já, þetta er bara varið að brunna heim. Já. Ég verður vikinni. Ef þeir ætla ekki að dæma neitt, þá verður hættulegt að þetta fari í ykkur vitleysu, sko. Já. Þetta verður allavega ekki til þess að Adam fara að slaka á í vörninni sinni. Nei, það finnst mér ólíklegt. En Aftureldingamenn byggja þetta, þeir geta minnka munin í 1 núna. Já. Og þá kemur Ígor í Löfven. Saman gerur aftur. Sjá hvort Steini skjóti núna. Já, fær blokkina. Nei, losar hann. Átni nær Haldónum. Haldónum á lífi, flott. Já. Það þarf að vera upp á nýtt. Það þarf að spila upp á nýtt. Ekki dribbla. Losa. Stefán Magnín. Inn, röngu færi, skorar. Þetta er klauvalegt og Haukunum að gefa þetta færi á algjörðu óþarfi. En virkilega vel gert í Aftureldingu að nýta sér að Stefán skorar sitt fyrsta markið. Nei. Ekki flauta. Guðmundur Bragi, Brynja ver. Frábær markvarsla. Já, lungsending aftur þetta. Guðmundur Bragi lék Birki svona nokkuð grátt. Já. Binni bakkaði hann upp. Binni komið með 3 ára. Hann er svo kvikur á fótunum þessi drengur. Það er rosalegt, sko. Góðar hliðarhreyfingar. Já, ég held sjáum hérna Svavar og Stefán og nafnarnir eru að fara að segja yfir þetta í hægra horninu. Ég held að Svavar sé hreinlega að segja Stefánu rapp frá því að þetta er Stefán Magnaði sem hann er á móti. Hann getur ekki gefið þessu færi. Það er ekki ólíklegt. Það var bara fyrirgefur, hún mátt ekki gefa þessu færi. Þetta var algjör. Já, þetta var auðvelt og gott mark fyrir Aftureldingu, en vel nýtt. Já. Eins mann spurur, nú geta þeir jafnað. Haukarnir er búin að klikka núna 3 sóknum í röð. Gísli komur inn á. Áttu vona að Átna handa með þessu. Skilningur á kerfum hérna. Átni fer breytt, þetta ekki. Já, stundur bátur.
Birgir Gísli inn í þvöguna. Fótur. Það er ekki það með fót. Býttu nú við. Brynjólfur skorar. Kemur þessi 2 mörk aftur. Já. Þetta var skrítið. Já. Þið séu bara að flauta og hann hefði bara staðið kjörur og þeir hafa hendt fótunar. Já, er það regla? Það er regla í körfubolta? Það er líka í handboltanum. Það er líka í handboltanum? Ef hann stendur kjör og hefur engin fótun í kjör þegar hann hendir í hann, þá er það í raun ekki fótur. Ok. Þá bara... Þeir gætu svo sem hafa dæmt... Wow! Nei, þessu var framhjá. Þetta leit út til að vera rosalegt mark. Var það næst í? Já, þá hlýtur það bara að vera niðurstaðan. Það hefur bara kastað í kjúranfót. Man fannst ekki með svona að fara í 3 fætur hann á leiðinu, en... Það er á allir kjurur. Já, það reyfa sér ekki mikið á það haugavörninni. Það sjá þetta maður, það eru 22-20 haugum við. Það hefur geta komið þessi 23-20 með margið þetta. Það stutt á milli, spennuleik. Og að vera svona kaflaskiptur. Eitthvað liðið búin að taka nokkuð margir hög. Heldur áfram að vera Brynjar Ver! Ábært Binni. Guðmundur Hólmar er brjálaður. Hann vildi fá eitthvað fyrir þetta. Þeir eru að byrja að sjá að þeir verða ekki að fá þessi fríköst. Það kemur á svo að gefa Guðmundur Hólmar hann í hliðina á honum. Ekkert. Það er bara mark. Frábært mark. Gísli Rúnar. Ég er ekki frá þetta að vera pirringsbrot hjá Guðmundur Hólmari. Að hjóla hann í hliðina á Gísla. Þeir eru alveg sultu slækjar á flautunni. Já. Það kemur Ólafur Ægir inn á. Fyrsta skipti í leiknum. Já. Geir fær smá pásu. Sáum hvað hann gerir. Guðmundur Bragi haldi ekki áfram að tæta í sig vörn afturrætingar. Gunni stígur langt út á móti. Það er Þorvald hérna á móti sér með grunar að það sé það sem við vilja. Já, það er myndsmattið akkurat þarna. Nei, á að hjálpa stað hérna afturrætingar til að stoppa þetta. Já, línumennir standa þétt saman. Þetta var akkurat þessu vildu, 1-1 færið þarna. Aftur fyrir henni burtu 1-1. Guðmundur losar aftur. Ólafur Ægir. Já. Fín vörn. Já, fín vörn. Þetta er, ég veit ekki hvort, já. Þorvaldur er að halda. Nei! Guðmundur Bragi skorar. Veit ekki hvað gerðist, en þetta var mark. 5. markið á Guðmundur Braga í dag. Ég held að, Binni var sestur hann að þetta fór af vörninni og það er alveg örlítið herra en Binni á dóna í markinu. Æ, það er skiljanlegt. En hann er virkilega ósáttur með sjálfa sig. Það útskýrir þetta. Já. Þetta var eitthvað skrítið á að horfa. En einhverja síður Mattan takinarbolta, hann er ónægð með þetta. Hér er leikurinn stoppaður, boltinn eitthvað blautur eða eitthvað furðulegur allavega. Komið nýtt bolti í leik. Það komið gott komment hérna úr sal. Það er ekki komnar 2 mínútur. Já, það meina þetta? Ég fór að hugsa þetta þegar ég fekk þetta. Já. Ég held að það sé bara ekki komnar 2 mínútur. Það er ekki komnar 2 mínútur leik. Magnað. Já, hlýtur þetta að koma að... Við vorum að búast við hörku slagsmála leik og þetta er mestu brúfarsleikur sem er spilaður verið á tímabili. Við vorum að misreikna þetta. Já. Það er búið að berjast heiðarlega á parkettinu. Já, greinilega. Og svo treyjan aftur komið upp á Jakobi. Árni Bragi treður honum inn þarna. Frábært mark Árna Braga. En ég menna það er búið að klæða einu svona treyju og gefa olnbóðskot í maga. Það er bara búið að sleppa. Spurning hvort að dómararnir lendi vandræða með þetta hérna á síðustu 10. Það er svona sem maður hefur áhyggjur af. En þeir verða þá bara bítið það súrefnið þeir þurfa að upplifa það hérna eftir. Já. Það er bara skemmtilega fyrir okkur að lýsa með hann. Já. Guðmundur Bragi 1-1. Einn á Guðmundur. Sáum við Gunnar Malmqvist. Aukakast. Malmqvist. Þetta var rosalegt. Hingað ekki lengra herra Guðmundur Hólmar. Finn hvað Guðmundur Hólmar fannst það leiðilegt Já, ég get lofað því að Gunni var ekkert að halda á lausn. Nei. Hann sá markið í svona hálfa sekundu. Já. Síðan sá bara loftið. Frábær vörn. Já. Komar aftur. Nú var Tjörfi sem fara 1-1 og svo Ólafur Ægir og Guðmundur Hólmar hér. Brynjar Ver. Brynjar Ver. 5. varaskotið í honum í seinni hálfleik. Þetta er ekki Magnús Ver, þetta er Binni Ver. Árni Bragi. Nei, verðu! Árni Bragi hendi. Það kom boing hinum einn. Það kom boing hinum einn. Þetta var stórfurðulegt. Inn fór hann. Það er eitthvað við markið þarna í norðurendanum.
Það eitthvað svona. Já, finnast það verðin að við grunna við sjáum að... Nú lengur Gautur á Stóð allir á fætur. Það var 2,9 en þá pitstopp í formúlunni. Ólafur Ægir. Nei, hvað gerði hann? Ekki gera það. Hann ætlar að gera það. Ekki gera það. Hann ætlar að gera það. Nei, hann gerði það. Hann gerði það. Hvað að sjá þetta maður? Við vorum að fara að upplifa fyrsta leikin í Ólafsdeildinni síðan hún var fundin upp. Það sem ekki komið 2 mínútur í leiknum. 48 mínútur, einhver að punta þetta niður. Já. Voru þetta 2 mínútur? Hann hefur séð þetta betur en við. Já, ég ætla ekki að... Þetta var rótið, þráinn, sammála. Já. Ég sýnist það. Já. En já, 2 mínútur komu, þannig að... Guðmundur Bragi, Binni ver, aftur! Binni hendur í 2-fóta! Binni mættur! Hann ætlar ekki að gefast upp! Sætt! Það sem var rándið! Vá! Og var það líka upp í stúku? Já. Alvöru, við hendum 2 strik á Binni hana, bang! 2 varinn. Gegn einum af sínum bestu vinum, Guðmundur Braga. Boltinn alveg rennandi blautur, en það var snert að finna allstaðar. Ennþá jaft, þetta alvöru, nú eru Haukarnir einu fleiri, þeir hafa ekki spilað einu fleiri alltaf leiki, þannig að þeir veit ekki hvað þeir að gera. Það ekki búin að gera bara síðasta leik. Síðasta leik. Og komast þeir í gegn, Ólafur Ægir, kemst í gegn og skorar, þeir kunna þetta þá. Ólafur Ægir að skora sitt fyrsta mark hérna í kvöld. Það er spurning hversu lengi þeir láta Geir sitja. Það er ekki færið sem Afturölding vildi fá á sig í þessari undirtölu, sýnist mér með viðbröðin og öllum. Þess að Gunni Markvist, hann er ósáttur að fengja þetta mark á sig. Ótrúlegt með þykja. Þá leggja af stað hérna Þorvaldur á línunni, enginn í marki, Ásbjörn Leó kom í skeytuna. Já, hann fekk smá pásu. Og mikið plás. Átni með engan í kringu sig. Nú þurfa það bara að fara að fá fríkast eða eitthvað, hendur fyrir að koma, hlaupið bara á þá í guðanabænum. Já, fínt. Takk fyrir. Stillu upp. Ekki ólíklegt að sé stutt í hendina. Það var ekki ólíklegt að Þorsteinn Leó Gunnarsson fleygði sér í loftið. Stefán Magni hlaupir að núta fyrir Brynjar Vigni. Steinn í loftið! Já, sóti fríkastu bara. Já, over. 16 sekúndur í mannin. Haukarnir einmark yfir, 10 mínútur eftir. Hvað eru margar sendingar eftir? Það er ekki ólíklegt að þetta sé bara sendingu skot. Ég náðu þú fjöldanum? Nei, ég sé það ekki. Já! Er það ekki bara? Shitturinn maður. Hvitt og takk. Þorsteinn Leó Gunnarsson, dumir og herrar. Við ykkur að laga markið, starfsmenn, afturreitingar. Ekkert. Binni! Hann snert hann. Hann sent hann af lærinu í stöngina. Hann fór í vasan á buxunum og í stöngina. Já. Allt í aft, 10 mínútur eftir. Afturreitingar góðið full mannaðir. Það smátti gaman sketa í uppbytun stóði fyrir aftamarkið og Þorsteinn Leó og sett hann sláinn inn ótrúlega fast og það heyrist í kring. Síðan þar aftur kom Birgir Steinn, gerði slíkt við sama, sömu fagnaðarlæti. Síðan kom Birgir, gerði það líka. Svo kom Árni Bragi, gerði það líka og menn voru bara farin að fagna og tralla bara í uppbytun. Þetta var rosalegt, kom bara 5 skot í röð, bara stöngir og sláinn inn. Þetta er alvöru sleggir. Gjörn Afturölding, Birgir, Árni Bragi fyrir breytt og labbar í gegn. Já, þetta er ekki, nei. Þetta er aukakast. Ok. Ég veit ekki. Ég er, já. Ég meina, Framleikinn. Það var aukast. Já. Þannig að Árni gegn Stefáni. Birgir í rússanum, á lósanum Árna. Þegar maður mætti í Steini, það er ekki. Skjótti nú. Nei, hitt ekki markið. Samt á því að Árni sko í þessu færi, hann þarf að selja þetta, sé víti. Ef einhvern veginn fer þetta hálfum hraða, hentu þeir í gegn og í gólfið og færið víti. Það er svo auðvelt að dæma bara aukakast. Það var engin... Algjörlega sko, Guðmundur Hólmar gerir vel að kommitta hann á hendina á honum. Já, skilaði að búa varnarleikur. Ég hef viljað sjá Árna Braga bara með á klofið þannig í þessu ámúrskoti. Já. Bara 1-1, Ólafur
Ægir Steina ná að halda honum á lífi. Gunnar komin í vinstri bakvörð. Já, beint í andlit. Þegar hvað? Veit það ekki. Það færi annarkvæmt bæði eða... Já, þetta var andlit. Hann horfir hér þvert yfir völlina á Ólaf Ægi. Vel varið. Það var tvíhafleira. Númer 1, 2 og 3. Varið skot. Við sjáum það Binnið kom með nýju varin skot á 22 mínútum. Þetta var virkilega gott. Í jöfnum leik skipti þetta máli. Þá þetta bara guls í gildi. Og meðan það hefur lítið verið varið hjá Haukunum í seinni hálfleik. Við sjáum hérna mína menn í stúkunni. Ég sé hérna Oliver og Sigga, Baltasar, Fannar. Þetta eru allt góðu menn sem eru mættir í stúkuna. Svara kallinu. Það er mikilvægt að það séu góðu menn í stúkunni að hvetja áfram. Þetta er ekki það sem við fengum í síðasta leik en þeir eru mættir núna. Ekki spurning. Það er alvöru leikur sem við fáum hérna. Steini sjálfur. Ég veit ekki hvað það er að dæma núna. Já, þú veist, máta maður ruðning á þetta? Það má örugglega, en skrefa auka kannski, ég veit ekki með það. Nei, annarkvort þetta ruðningur eða mark. Hann bara driblar og tekur svo 3 einhvern veginn. Það er bara svona. Já, þetta er eins og þetta er. Allt í aft. Þetta verður æsispennandi til lokaleik. Ég get alveg fullyrst að hér á nú, kæru áhorfendur, að hér verður barist til síðasta blóðdropa. Já, ég er sko að hvetja fólk sem situr heima hérna í Mosfellsbænum að renna niður eftir, kíkja. Já, af hverju ekki? Já, tekur kannski 2-3 mínútur að gera niður eftir og þið náðu hérna síðustu 6, síðustu 5. Mosfellsbær er ekki svo stór, þú ert aldrei meira en 5 mínútur leiðin inn í hús. Það er rétt. Þannig að hvort og náðu síðustu mínútunum og öskraðu okkar menn áfram og til sigurs. Já. Sérstaklega ef nafnið eitthvað byrjar á K, endilega. Ég veit ekki hver þið eru. Kemur afturræting, Árni Bragi, kemur breytt, Birgir Steinn fyrir utanverð. Þetta var skrítið skot yfir. Það hreinlega kastaði boltanum yfir markið. Man virtist það bara að gera það á þess að einhver utan að koma til að áhrif á það. Já, þetta var bara hreinlega furðulegt. Sama með hérna og með Árni, það vantar bara kraft, setja hausinn í parkettið þarna. Commitment. Ég get að lofa þér að Þorsteinn Leó hefði ekki lent á fótunum á það. Nei. En það fór hann í leikaranám hjá Ásgeiri Jónssoni í fyrra. Allt góð. Áframleikinn, aukakast. Ennþá allt í aft. Þetta er rosalegt, alveg svo hafðir orðað á hérna snemma leiks að það er lágt skor hjá þessum liðum. Leita ekki út fyrir það til að byrja með. Nei, Guðmundur Ægir. Bara gott slút maður. Ólafur Ægir kom að setja annan mark. Ég veit að Gunnar Malmqvist er ekki kláður að missa félagið sinn Óla hann fram hjá sér. Nei. Gunni tekur leiklega. Það eru 6 mínútur eftir. Þetta er allt nýfjaft. Þannig að við skynsamlega tekið leikli núna þá á hann 1 leikli eftir. Já. Erum við ekki alveg vissur að sé 1. Alveg örugglega 1 viðbót þannig. Já, hann fá 1 í lokin. Já. Menn hafa nú lendið að reynsa að telja vitlaust í leikliðunum með það í sérna áleik. Ekki dag. Nei, það er ekki svolítið. Þetta er fyrsta leikliðunum sérna áleik. Þannig að hann á 1 leikli eftir. Haukarnir eiga 2 ef hann nær að taka leikli áður en að 5 mínútur eftir til loka leiks. Það er einungis sem má bara taka 1 leikli á síðustu 5 mínútunum. Má handboltakennsla fyrir þá sem höfðu áhuga á því. Já, ég þakka bara fyrir það, ég vissi þetta ekki. Já. Það er alveg magnað. Gott að ég get kent það eitthvað. Þannig að afturölding á núna annað leikli eftir og Haukarnir eiga 2 svo lengi sem þeir ná að taka það áður en 5 mínútur eru eftir. Það eru 59 sekúndur eftir af öðru leikliðinu. Já, glugginn. Ásgeirurinn hefur líklega bara næstu sókn til þess að taka leikli ef hann þarf að taka leikli til þess að geta tekið 2 leikli í seinna hálfleik. Já, og þá væri hann líklega bara að taka leikli bara til að taka leikli. Líklega bara stilla upp í eitt gott kerfi og eitt gott mark og on we go. Já. Nám Stefán Magna hérna út fyrir. Ólafur Ægir mætir framalega, bakkansvartur. Fylgir lofti Árni inn á miðju og Steini inn á miðju.
Virkilega mikil og góð vinna á Haukavörninni. Já, virkilega aggressífur. Hann hugsaði sendinguna þarna á Jakob. Já, hefði getið verið mjög skemmtilegt. Já, en Jakob var hvergi þarna. Nei, en það hafa þær ekkert verið að dæma mikið af fríkostum svona, þannig að hann hefði líklega bara ekki fengið neitt. Rétt. Hendi komið upp. Vel gert. Nei, aukakast. Já. Hendi komið upp. Þetta virkilega sterk vörn í Haukavörninni núna. Það halda hann frá skoti. Ég held að fólk verður bara komin í varma núna, en þá rúmlega 5 mínútur eftir að leika. Já. Það er mikið stopp. Mikið stoppum í þessu. Það er verið að þrífa gólfið, Maggi Moppa kominn alveg til með þetta allt í skrúinni. Það hann hann fór í keilu á þriðjudaginn. Já, hann hefur skorað vel. Já, hann náði 100 stigum. Ég veit hann áður. Magnaður leikmaður. Hendi komin upp, afturlíkur þarf að koma marki. Birgir Steinn ekki, Steini ekki. Eða hvað? Hann hefst ekkert upp, en vel varið. Magnús Gunnar. Sko, þegar þið mæta svona framlega, það er rosalega auðvelt fyrir mig og okkur að segja það, en það þarf bara alvöru árás að koma boltanum hratt áfram. Þannig finnst það. Þetta einhvern veginn... Það var rosa boltan eftir árásum. Ég skil alveg ef árásum þarf að byrja einhver staðar úr kyrrstöðu, en það má árás nr. 2 ekki líka verið í kyrrstöðu. Sammála því, vantar... Við getum sagt að vantir skemmtilegri sóknarbolti aftur. Já, hreinlega. Hreinlega bara hreyfa boltan, hæðir í vinstri, losa. Já, Óverð á bjarga þessu þarna. Úlfís úr á komið. Birgir Benediktsson mættur í bakvörðinn, hægra megin. Bragi ekki, Ólafur Ægir. Já, þetta er bara fríari. Magna aðeins. Nú þarf Afturelding að fá bara svona alvöru börn. Já, þetta er svona hljómar. Já, eitthvað svona. Við fá bara alvöru stopp og svona fæting í þessa vörn. Aðeins að skerka. Náðu fyrir hvað, hendi komin upp, 3 sendingar eftir. Tjörfi, fer sjálfur, missi boltan en nei! Já! Binni við! Binni var bara farin að sækja boltan. Tjörfi misti boltan, Binni fekk hann einhvern veginn beint upp í hendunar. Og Binni markmaður var hlaupinn í burtu en náði að svifla höndunum fyrir. Þetta var alvöru kompó sem gerist þarna bara á. Mætti með hendun upp bara svo þyrlusmaður, hann var bara beint í boltan. Hann var einhvern veginn farin að hlaupa statis og náði boltan eftir yfir 20-unum. Senur í varma á boltan. Já, róluðu bara fínt. Við erum konið í 7-6. Við erum konið í 7-6. Að reyna að búið til pláss. Átni bara í farðinu í gegn og skoraði drengur. Nei! Framhjá. Ég er ósum að gefa honum þetta varið. Bara því að ég vil ekki trúa því að Árni Bragi skjóti framhjá þegar hann komin 1 á móti markmanni. Já. Þetta var dýrt Árni Bragi, þarna hann getið jafna leikinn. Það eru 3 mínútur eftir. Ég man þegar Árni Bragi reyndi síðast að tapa leikum móti Haukum. Það var í höllinni 13. mars 2023. Já, það gekk ekki hjá honum og þeir tóku bikar. Veitu hvernig það endaði? Já. Og verður þarna afturreitingu, Guðmundur Bragi 1-1. Birgir Steinn 5 mínútur niður, aukakast. Það er ekki það þessu, enn og aftur stoppaði tíman. Það eru hálf eftir, Afturölding þarf stopp. Með hvað það gengur illa að skora, þá var erfitt að vera 2 mörkum undir með svona lítið eftir. Já. Tjörfi stýrir þessu eins og sannur leiðtogi. Já, sjáum Birgir hérna. Guðmundur Bragi skorar! Snöggt skot hjá honum yfir Birgir Steinn. Þetta var mikilvægt mark fyrir Haukana. Já, virkilega. Afturölding þarf að svara og það helst sem fyrst. Ég held að heimamenn eigi inni allavega 1 hraðablöp hérna fyrir leikslok, en þeir þurfa margur uppfyllt og sóknarleik. Spila. Nei, þá ver hann! Hann byrður víti. Magnús Gunnar Karlsson er mögulega að fara langt með leikinn fyrir Haukana. Þvílík markvarsla. Þetta var alvöru varsla, maður. Hún að vera lítið að verja í seinni hálfleik. En þennan átan. Virkilega vel gert. Jakob hann ekki í fullkomnu jafnvægi, hefði viljað fá víti, en í þessum leik er það bara ekki í boði. Bara alls ekki, það menn þurfa bara að skora á þessum færum.
Birgir mætir Guðmundur Braga hérna okkur. 1:20 eftir að lítið eftir. Afturölding þarf að ná boltanum. Það þýðir ekkert að hanga og bíða. Mjög lítið að gerast hérna á Haugum. Það hlýtur að fara að gerast hérna á þessu dómurum. Hjörvi gerir ekkert. Ólafur er hund eftir að Gunni Malmqvist. Já, Gunni er ekki sáttur. Já, þetta menn að haldi í sig. Já, Gunni gerir mjög vel að elta hann uppi. Mínútu eftir, 2 marka munur. Þetta er rosalegt. Fólk er komið á lappir í stúkunni. Guðmundur Bragi með geggja mark. Hvað er að sjá þetta? Já, kemur leiklið. Jesus. Þetta er rosalega dýrt. Þetta var gott skot. Þetta var eitt gott skot. Svaraði hann fyrir 2 kliki í vítinu. Já, líklega. Þetta er bara... Það sagði við Binna bara gangið vel hann á þessu. Já. Þetta er hann að fór þetta. Þetta er erfitt. Ég man að fyrri leikurinn milli þessari liða á Ásvöllum, hann fór 27-23 fyrir Haugum. Þannig að við erum bara í sömu tölum. Það er svoleiðis. Það er bara munar einu marki. Þannig að við sjáum það að mínútu eftir afturölding, það er bara kraftaverk og ekkert minna. Hvernig er það á EM hérna í janúar þegar þessi kraftaverk voru að gerast? Var það einhvern tímann 3 mörk á mínútu eða? Var það ekki mest 2 mörk á mínútu? Segjum það að það verið 3 mörk á mínútu. Já. Ég man eftir leik hérna með Val kringum fyrir aldamót, þá skoruðu 3 mörk á mínútu. Ok. Það var Dagur Sigurðsson og félagar í Val. Ok. Heyrðu. Hvað er að gerast? Það er alveg slagsmál, Steini skjóttu bara. Það fer hann. Nær í pönnuna. Veit hvenær hann á að verja kallinn. Gera það með andlitinu hann. Já, allt nota. Það er svekkelsi í andlitum afturöldingamanna. Já. Þetta er dýrt. Já, þetta er það. Ef við kíkjum á töfluna þá hefði afturölding, maður sjá, þetta er nokkuð þéttur pakki. Afturölding hefði nú aldrei náð upp að hlið Valsara en það eru verið einu stigi frá þeim. Það eru 3 stig á milli afturöldingar og Valsara á staðinu núna. Spurning hvernig staðin er á IBVF og Val. Já, ég sá það að IBVF var yfir í hálfleik. Jæja. Þannig að þú skal gera einhvern rössur hérna. Þetta er ruddari. Nei. Þetta nú við. Þetta var bara, ég ætla að segja það hérna bara í beinútsendingu, þetta var bara rangur dóm. Já. Ég ætla að segja það. Já, ég var að fara að segja bara nákvæmlega sama. Þið mig kenna mér það seinna meir en þetta var nú bara rangur dómur. Er þetta annað met? 59-52. Fyrst er rangur dómurleiks. Já, þessu gengur frá þessu. Klára leikinn. 24-28, það er ekki...